Við ætlum aðeins að kíkja á hlutföll og það sem við ætlum að skoða í þessu myndbandi er einslögun. Einslögun er þegar hlutir eru eins í laginu og þá eru sömu hlutföll á milli allra hliða. Hér eru tveir þríhyrningar sem er bara gefið að séu einslaga, þeir eru eins í laginu. Þess vegna er sama hlutfall á milli hliðana. Og þess vegna, fyrst við vitum allar hliðarnar í öðrum þríhyrningnum, þá getum við reiknað, þurfum við nú bara eina hlið í hinum þríhyrningnum til þess að reikna hinar. Hliðin sem við vitum ekki hver er, hún er x, en við vitum að hlutfallið á milli x og sömu hliðar í hinum þríhyrningnum, sem er hin skáhliðin hérna, hún er jöfn hlutfalli einhverja annara hliða. Og við getum valið hvort við tökum í raun og veru þessa hlið hér og þessa hlið hér eða þessa hlið hér og þessa hlið hér. Stundum í svona dæmum þá er ekki gefnar báðar hliðarnar í báðum. Þá þurfum við að passa að við þurfum að velja hlið þar sem við vitum báðar stærðirnar. En það vitum við á tveimur stöðum hér, þannig að við getum valið. Og ég ætla að velja bara 6 og 3 og ég passa mig. Ég set upp á strik, af því að x-ið er upp á striki, hlið úr sama þríhyrningi eða sömu mynd og x-ið er í. Og hinum megin sömu hlið á móti. Nú er ég bara komið með jöfnu. Til þess að losna við x-ið hérna megin, þá þarf ég að margfalda með 5 beggja vegna. 6 sinnum 5 er 30 deilt með 3 sem er jafnt og 10. Myndin er í sentimetrum, þannig að þetta eru 10 sentimetrar sem þessi hérna hlið er. Hérna er önnur samskonar mynd, nema hér er ekki allar hliðarnar gefnar, þó við svo sem vitum alltaf að hliðin á móti er jafn stór. Leysum þetta alveg eins. X deilt með 24 er jafnt og 30 deilt með 20. Hérna sjáum við strax að við þurfum að passa að vera með x og 30 upp á striki, 24 og 20 undir striki því það er í sömu mynd, og x á móti sömu hlið og 30 á móti hinni hliðinni. Leysum þetta alveg eins, sinnum 24, fáum út úr því 30 sinnum 24 deilt í 20, ég ætla að stytta hér og stytta hér og fæ 12, af því að 24 deilt með 2 eru 12, þá er ég laus við deilingastrikið, þá er bara 3 og 12 eftir sem er 36. Ég er að reikna þetta pínlítið hratt, þið getið slegið þetta bara inn í vasaregni. Og þetta er í sentimetrum, passa að hafa það með. Þessi hlið er 36 centimetrar. Þetta er kannski illa teiknað hjá mér að styttri hliðarnar eru lengri þegar við reiknum það. Það er kannski ekki aðalatriði í þessu. Hérna er aðeins flóknari mynd sem virðist vera flókin við fyrstu skoðun, en er ekki eins flókin og hún lítur út fyrir að vera. Það sem við þurfum að átta okkur á hér er að myndirnar eru einslaga þar sem að öll hornin eiga sér horn í hinum þríhyrningum sem er jafn stórt. Þið sjáuð að svona merki þýðir að þessi hérna 2 horn eru jafn stór, þetta horn og þetta horn eru jafn stór og þetta horn og þetta horn eru jafn stór, vegna þess að þau eru eins merkt. Þess vegna þarf ég að reyna að átta mig á því í hvaða hlið er á móti x-inu, hvaða hlið í hinum þríhyrningnum er sambærileg á við þessa hér. Og þá þarf ég að finna hlið sem eru úr tvímerktu horni yfir í einmerkt. Eða úr einmerkt yfir í tvímerktu, það skiptir engu máli hvar áttan ég fer. Þá leita ég að 2 og hvort á ég að fara í þessa átt eða þessa átt til þess að fara í 1 með 1 merki, það er hingað.
Þannig að þetta er x deilt með 4 er jafnt og hlið í sama þríhyrningi og x, 8, deilt með núna úr einu merki í 3, jú, það er hérna 5. Leysum þetta á sama hátt nema nú skrifa ég 8 sinnum 4 eru 32 deilt með 5, þetta eru 6,4. Þetta er í millimetrum. Og þá erum við komið svar. Svona mynd gæti alveg eins hafa verið með gráðunum. Þá þurfum við, ef að gráðurnar eru gefnar í hornunum, þá þurfum við að finna horn sem eru jafn stór til þess að finna hvaða hlið við erum með. Þannig að við förum úr ákveðnum gráðufjölda yfir í sama gráðufjölda í sitthvornum þríhyrningnum til þess að para saman rétt. Síðasta myndi sem við ætlum að skoða er svona hvernig við getum notað þetta svona út í raunveruleikanum. Þetta er í raun og veru eins mynd eins og áðan. Við vitum að þetta hérna horn og þetta hérna horn, þau eru jafn stór og þessi hérna horn eru 90 gráður. Það þýðir að þessi hérna tvö horn hljóta að vera jafn stór og þá ég er að gá hvað fljótið hérna er breytt. Þá ger ég x deilt með sömu hlið hinum megin sem er 5 er jafnt og 50 deilt með 10, 50 sinnum 5, þetta er 25 metrar. Þá er þessu lokið.